Áttundi forsetaframbjóðandinn stiginn fram en Andrea Ólafsdóttir, formaður hagsmunasamtaka heimilanna, tilkynnti framboð sitt á blaðamannafundi í dag. Hödd Vilhjálmsdóttir. Andrea tilkynnti framboð sitt að viðstöddum velunurum í Norræna húsinu á 5. tímanum. Í ræðu hennar kom fram að hún telji að íslenska þjóðin standi á krossgötum og þurfi að gera upp við sig hvort hún vilji sömu gömlu hlutina eða hvort hún vilji hefja vegferð í átt að betra og öruggara lýðræði. Einnig kom fram í máli Andreu að verði hún kjörin ætlar hún meðal annars að beita sér fyrir því að lágmarkslaun verði lögfest. Og þess vegna vil ég sýna gott fordæmi og þykja eingöngu lágmarkslaun þar til að mér hefur tekist að koma þessum úrbótum áfram. Þó svo að markmiðum lágmarkslaun verði náð ætlar Andrea ekki að láta staðar numið. Ég mun stofna forsetasjóð og ég mun gefa af laununum mínum alla mína forsetatíð, allt að helmingi. Vegna þess að ég vil leggja áherslu á gildi eins og nægjusemi og hófsemi og ég vil alls ekki týna mér í efnishyggju. Ertu algjörlega tilbúin til að takast á við embættið? Já, ég tel að ég sé tilbúin í það. Andrea svo 8. í röðinni til að tilkynna framboð sitt en auk hennar eru Ari Trausti Guðmundsson, Ásþór Magnússon, Hannes Bjarnason, Herdís Þorgeirsdóttir, Jón Lárusson, Ólafur Ragnar Grímsson og Þóra Arnórsdóttir í framboði. Framboðsfrestur rennur út í lok maí. Það skylda forsetans að bregðast við þegar vilji meirihluta þjóðarinnar nær ekki fram að ganga í mikilvægum málum. Þetta segir Andrea Ólafsdóttir sem í dag tilkynnti framboð til forseta Íslands. Hún ætlar að beita sér fyrir umbótum í þágu heimilana. Andrea tilkynnti framboðið á blaðamannafundi í Norræna húsinu í dag. Hún gagnrýndi Alþingi fyrir að hafa ekki náð að afgreiða mál sem meirihluti þjóðarinnar styddi. Til að endurvekja traust á þinginu þyrfti fólkið að hafa beina aðkomu að því. Ég tel að það geti gerst í gegnum forsetaembættið með traustum forseta sem tilbúinn að vera lýðræðislegt verkfæri meirihlutaviljans. Andrea hyggst beita sér fyrir því að lán verði leiðrétt og lágmarkslaun lögfest. Ég vil því sýna gott fordæmi og þykja einungis lágmarkslaun þangað til að mér hefur tekist að koma þessum breytingum í gegn. En hún veit einnig nýta önnur verkfæri sem forsetinn hefur. Ég mun tvímælalaust beita málskotsréttinum en ég tel að við séum komin í þannig öngstræti með lýðræðið að þegar að meirihlutaviljinn nær ekki fram að ganga í mjög stórum og mikilvægum málefnum þá finnst mér að skylda forsetans að bregðast við og eins og ég segi þá mun ég stíga ákaflega varlega til jarðar með það hvernig ég beiti mér því ég vil ekki gera neitt annað en það sem þjóðin mun veita mér umboð til að gera. Andrea hefur undanfarið gegnt formennsku í hagsmunasamtökum heimilanna. Hún 39 ára, gift Hrafni H. Malmquist og eiga þau 3 börn.